En við erum hér samankomin vegna þess að þessi dagskrá, hún brýtur í blaðið með þeim hætti að hér eru tvær fjölskyldur komnar saman einn viðburð. Og það vegna þess að á hversdagslegum þriðjudegi fyrir réttum 100 árum í einu húsi voru tvær systur samankomnar og báðar að falli. Og þær fæddu önnur dreng og hinn stúlku. Og ég þakklátur ykkur sem hafið staðið að því að búa þessa dagskrá til, fulltrúum þessara tveggja fjölskyldna, fyrir að hafa valið akkurat þennan stað, bryggjuna hérna í Sagninu. Vegna þess að, eins og við vitum, þá átti stúlkan fyrir sér að vaxa upp í það að vera þáttakandi í einu stærsta útgerðarævintýri hérna í Eyjum, og drengurinn, hann bjó til stórvirki með því að draga saman allt það sem við höfum að vita öll íslensk skip og alla íslenska báta og allar heimildir sem hægt var að ná í, hvort sem það voru myndir af þeim eða aðrar upplýsingar. Og alveg eins og ég fór með hlut af ykkur niður eina hæð, niður á bókasafnið, ef að ykkur brestu þolinmæði til að sitja hér með okkur, þá vil ég fara í andanum með ykkur öll niður tvær hæðir. En þar óútgefið eftir drenginn íslenska árabáta. Við hefum stundum verið að skoða þetta Gideon, Hallkíón og alla þessa miklu báta. Þannig að ég þakklátur fyrir það að hér erum við stödd á bryggjunni til þess að minnast þessara tveggja einstaklinga. Við munum hafa framganginn á þessari dagskrá eins fljótvirkan og einfaldan og við getum. Ég mun gefa Birnu Jónsdóttur orðið leið og ég í mínu máli og hún mun síðan kynna þann næsta og svo næsti mun kynna þann þriðja og þannig mun einbjörn grípa í tvíbjörn sem grípur í þríbjörn og þangað til öllu lokið. En þá líkur við á því að þessar tvær fjölskyldur sameinast að nýju. Og það reyndar aftur fæðingu. Ég ekki boðið ykkur það að 2 börn muni fæðast í dag eins og fyrir réttum 100 árum. þá verður annars konar fæðing sem verður boðuð og borin fram. Það þarf ekki ljósmóður við þessa fæðingu, en það þarf að sjá að sú fæðing skiptir líka miklu máli. Og með því þá bið ég Birnum að koma og ríða vaðið og síðan tekur þetta við eitt af öðru, en minn ykkur á fyrir þá sem að það vilja að þá hægt að fara hérna niður í bókasafnið og gjöra svo vel Birna. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir, Kári. Og mér langar að byrja því að þakka Kára fyrir að opna hérna bryggjuna fyrir okkur, afkomendum Þóru og Jóns, og ég er stolt að þeir fyrir það að fá að minnast pabba og heyra hvað þið segir mömmu ykkar. Ég heiti Birna Ólafía og er dóttir Jóns Björnssonar á Bólstaðarvík, og með mér eru mamma og systkini mín, og mér langar fyrir ykkur sem ekki þekkja okkur fjölskylduna að biðja til mamma mín að standa upp og systkini mín. Það er Dóra Björk, Gerða og Bjössi, og svo er Bogi og Ási, Bogi maðurinn hennar Gerða og Ási maðurinn minn. Síðan eru börnin okkar og barnabörn með okkur og ég sé fullt af frændfólki og góðum vinum. Þannig að ég bara hlakka til að ég var stund með ykkur í dag. En eins og Kári nefndi, við erum með þetta skipt, þessa dagskrá, og ég ætla að byrja á því að fara aftur rúm 100 ár og sjá aðeins í hvernig umhverfi Jón og Þóra og þeirra samtíða fólk ólst upp í. Og þarna er þetta gott betur, þetta er kringum 1890, þessi gamla mynd, og
Mér langar að benda ykkur á, að því ég ætla að fara aðeins í það, sjáu þið garðana, steingarðana sem eru í kring og síðan það eru svona stígar sem verða að þeim götum sem við þekkjum og eins hérna frá kirkjunni að þræðir götur sem þræða, þetta mótast allt af þessu gamla umhverfi og einnig bryggju minn ég tala ég ætla bara að halda áfram. Þetta eru orð og með þeim fyrirvara það ég sjá sem setja inn á texta þannig að þið verið að við mig ef einhver sér þá má hann koma til mín eftir á en ég er búin að liggja yfir kortum og þetta er svona það sem ég sýnist vera. Nú, ég byrja því að benda á þarna í kringum aldamótin að þá voru 2 bryggjur gerðar af mönnum. Það er frambryggjan, ég sjá að þarna rauðu lengst til vinstri og miðbúðabryggjan. Hún var niður af miðbúð og þetta átti ekki að fara svona. Jæja, og seinna þá var byggt á Stokkhellinni, þið sjáu öruna hér, þarna er bæjarbryggjan og svo Nausthamarinn sem var að Nausthamarsbryggju. Fyrst var það Gíslabryggja sem hét svo Edinborgarbryggja og svo var Nausthamarsbryggjan fyrir. En áfram, það eru hrófin líka, þau eru svolítið merkileg líka. Það eru árabátar sem voru dregnir upp. Þetta var uppsátur fyrir árabáta og þegar vélbátarnir komið til sögunar að þar eru menn á árabátum út á ból og skildu árabátana eftir að með þeir sildu út, komið svo tilbaka og skildu náttúrulega mótorbátana eftir á bólinu og reru tilbaka með árabátana hingað. Hér er kallað Lækurinn og hérna er Nausthamarinn og þarna er aftur frambryggjan. Og þið kannist við þetta umhverfið þarna. Það verður hort í rauninni, þarna sjáu þið bæjarbryggjuna og þarna Gíslabryggjan sem seinna var svo stækkuð. Og hér er aftur Stokkhellan, þessi klettar, þarna var bæjarbryggjan byggð og þarna sést upp í hrófinn. Og mér langar að benda á þessi 3 hús sem eru hérna, Gotthard og Pakkhúsið, matstofan og miðbúðin seinna Edinborg og af því fékk bryggjan heitir. Og ef við horfum aðeins fram í tíman, þá kannist þið við eldri Vestmannaeyingar frá fyrir gos, hérna er afstöðin, en hér bendir niður á Nausthamarsbryggju, þarna stóðu þessi hús sem sé, og hérna niður á bæjarbryggju. Þarna er gömul mynd og verið að draga bát upp í hróf. Nú næsta, að þá langar mig að benda á, já þetta fylgir ekki hérna á hjá mér, en við bara að reimprovisera. Húsanum, já. Þetta eru garðarnir, grjótgarðarnir sem ég ætla að tala þarna. En þarna eru alveg niður í bæ að þá voru svona grjótgarðar. Ekki tún inn í þetta, það er lítið að það er talið þarna var verið að ábyggja matjurtagarðar og einhvers staðar las ég jafnvel Akuryrkja. En þetta hús heitir hét Friðendal og var byggt 1838. Þetta er Bjarmi, sem minni eftir við Vinströndinni. Það var byggt ofan á það, en þetta er það hús. Þannig að það hefur verið í gosinu, hvað hefur verið, 140 ára gamalt. Nú þessi mynd er mjög merkileg. Þarna er dansk herskip hérna úti, danska herskipið Hekla. Það kom hingað til Eyja í júni 1902 og það er talið að skipverji hafi staðið upp á Skansi og tekið í austurátt. Og þetta hér, þessi jörði hér Kornhóll og þarna voru þeir með korn sem sé og fjósið var Kornhólsfjós og þegar þetta breyttist allt í danska garð og svo seinna garð þarna í kringum Skansinn þá fékk þetta nafnið Garðfjós. Seinna þá var þessu breytt í íbúðaverur fyrir bara fólk sem var að koma á þarna landi, það fikk leikt þarna og byrjaði jafnvel sem búskap með því að fá leikt hér áður en að fara að byggja annars staðar. Nú hér sjáum við grænu línuna sem ég dró hér meðfram þessum stíg. Önnur lína, þá gerði ég bara gangmínu, auðvitað veit ég hvar Helgafellsbrautin er. En ég gerði það samt að gangmínu að ég strikaði hér og þriðju línuna hérna. Þetta mótast alltaf af þessum görðum sem voru. Og þetta urðu Heimagatan, Helgafellsbraut og Bláa kirkjuvörun sem við þekkjum.
Þannig að það er gaman að líta hans tilbaka og sjá hvernig hlutirnir í dag. Þessi rauðmerktu hús, ef ég bakka aftur, það er bara munin á byggðinni. Þetta tekið 1884, 1890, 25 árum síðar, þá byggðin orðin þetta mikið. Og bara frá aldamótum til 1912 með að við heimaslóð, og mér langar að geta þess heimaslóð, ég mjög þakklátt fyrir þann nef, Frosti Gíslason, hann á heiðurinn af þeim og eins og ég þekki Vestmannaeyinga. Þetta algjörlega frábært að fara að og horfa á að fá upplýsingar. Og þannig þetta staðfest húsanöfnin, bæði húsanöfnin og ártölin. Ég sjáðu bara hvað þetta hefur aukast mikið. Grænu eru þau eldri húsin, rauðu eru sem byggðust upp á 12 árum. Þarna bryggjan og það eiginlega fararskjótar 30 tímabila sem koma þarna. Í miðjunni handvagn. Sem að þið sjáu það, þið getið séð eftir, það gamalt handvagn hérna undir tjaldinu. Og síðan hestvagnin, hérna hægra megin, og síðan kassabíl. Ég hefði sagt pallbíl, en ég hefði talað kassabíl eða lasta. Þannig að það gaman að það. Og bólið sem ég myndist á áðan, að þarna voru 5 sverar keðjur sem voru lagðar út frá niðri Hörgaeyragarðinu og inn í festur inn í botninu. Og frá þessum, á milli þessara 5 keðja voru 2 sem voru þversum festar til þess að bátarnir myndi ekki skella saman. Úr botninum og upp voru grennri keðjur, þetta hefur frá pappanum, og frá þeim var síðan eitthvað flótholt sem var þá, þetta var trétrömbur eða seinna bergur, og frá þeim að það var tóg og þannig gátt fest árabáta og mótorbáta. Og þetta keðjurnar, það yfirlega bara fyrir neðan. Theodor Ólafsson, hann lagði mikið búið því að fá keðjurnar og varveita. Nú þannig blússi, pabbi talaði oft það að það var alveg einstakur tími og mikil stemning út á Skansin þegar blússi var gefið. Og allir mótorbátarnir og þeir voru með jafnvel einshestaflæði eða einsílendra vélar og það heyrðist mikið í þeim og svartur reykur stegu upp. Ég með hljóð af Jóni Mundelvél og ég ætla aðeins að ykkur heyra. Þannig að geti ímyndað eitthvað stemningu. Og ljósblossi var gefinn og það var fyrst olíublauð tuska sem það var kveikt í og þá fuðraði hratt upp. Og seinna náttúrulega bara ljóskastarinn. Nú þá kom öðru hluta og ég svo frekar að fá að tala um pappa minn. En Jón Björnsson fæddist í Víðidal í húsi sem að foreldrar Þóru áttu og byggðu og meðan hans foreldrar byggðu bústaðarinn. Nú Ingibjörg Ólafsdóttir, móðir hans og Ólafur og Sigríður frá Eyvindarholti. Faðir hans var Björn Bjarnason frá Hlaðbæ og foreldrar hans Halldóra og Bjarni. Ég ætla að bakka aftur til þeirra. Þau koma sem sé frá Ystaskála og þessa mynd fékk ég frá Þórðarskógum. Við áttum ekki neina, ég held að segja til ljósmynd. Halldóra Jónsdóttir frá Suðurbænum og Bjarni Einarsson frá Miðbænum. Þau héldu hugið saman og útkoman var Bjarni var elstur af systkinunum. Þau fluttu 1901 og svona var í Eyjum 1901. Þau hafa alla komið þarna hjá þessi ég tel vera Miðbúðarbryggju, þau hafa farið á Frambryggjuna sem var reist úr Höfnbergi úr Heimabergi. Og síðan hafa þau gengið með börnin sína og það búslóð sem þau komið fyrir í litlum árabát. Þau eru að flytja frá landi og hingað til Eyja og þau hafa einn árabát fyrir þetta allt saman. Hvort þau komið á búfénaði eða þurft að selja og kaupa hér fylgir ekki sögunni, við vitum það ekki. En þau hafa gengið hérna, pabbi sagði að það var venjulega gengið fyrir norðan Gunnbatinn og síðan hafa þau farið í Garðhús sem við sáum áðan. Og það skemmtilega við þessu voru það 1901 og 1902 og þessi myndi tekið 1902 og þessi finnst mér vera svolítið Jóns bókstaflegur. Þetta gæti alveg verið að Bjössi frá Hlaðbæ sem aflið. En ég veit það ekki, ég veit ekki að fara eigna neina, við vitum það ekki. Það eru 2 drengir að það var þau byrju Hlaðbæ, Langama og Langari. Nú hinum einn, Ingibjörg Ólafsdóttir, en frá Eyvindarholti. Og foreldrar hennar voru Ólafur Ólafsson og Sigríður Ólafsdóttir og þau eignuðust 11 börn. 9 komu
komust á legg með Guðríði, hálfsystir þeirra. Og þarna eru þær systurnar. Það var mjög kært á milli þeirra allan tíma. Það voru mjög nánar. Það voru á sama tíma í Hvítárbakkaskóla. Guðríður árin á undan, en það voru á sama ári þarna þá. Og þegar amma kemur til Vestmannaeyja þá fer Guðríður að benda henni á besta mannsefni í Vestmannaeyjum og það var Björn frá Hlaðbæ. Og amma kemur þarna og þau kynnast og það var beggja sögn ástu fyrstu sín. Þarna Víðidalur og þau leigðu þar á meðan byggðu Bólstaðarni. Og þarna mynd af þeim systrum, þarna Guðríður og Þóra, dóttir hennar, og Ingibjörg, amma og Jón, pabbi. Og þau fluttu rétt fyrir jólin 1924. Þau voru mjög, í raun alltaf ástfangin, segja systkini þeirra, og mjög gott og fallegt hjónaband. Þarna eru þau komið með börn, sitt á hverju ári. Stína sem hún heldur á fæddist í Bólstaðarhlíð vorið eftir og amma held í sjófríska Fríðu, 5. barninu. Nú, þau áttu útgerð, afi keypti helmingshlut í Emmunni og það var mjög oft mannmargt inn á heimili. Ég vil 16-18 manns á vertíðum, þá komu menn frá Langanesi og voru hjá þeim. Nú pappinn, hann lýsir æskunni í Eyjum á bara að það voru yndislega ár og við þekkjum það við sem erum hérna í Eyjum, hvað er gott að vera hér og búa. Og þau fæddust hvert á sína árinu 5 fyrstu systkinin. Síðan liðu 5 ár, 2 ár og svo 5 ár og aftur 2 ár. Þá fæddist Addi, hann var yngstur. Hann var langt fyrir aldur fram. Nú pabbi talaði að það var mikið glaðverð og mikið sungið á heimilinu. Og þarna Soffa spila á gítar en áður að þá afi hann spilaði á fiðlu og það var oft tvíraddað og jafnvel þríraddað og mikið söngfólk. Og garðurinn í Bólstaðarhlíð var með fallegri görðum og ábyggilega ekki bara í Eyjum heldur þótt víða væri leita. Pabbi hann smíðaði tjörn í miðjum garðinum, þarna er Eyjabaldursbrá og sef í kring. Þarna voru settar endur sem hlutu á tjörninni og svo voru þær systur, þær bjuggu þarna nálægt. Stína í þessu húsi og þarna er amma í Bólstaðarhlíð. Það var naut í garðinum og þar var á góðri stöðum oft drukkið kaffi. Einstök hún amma. Og þarna er pabbi orðinn líklega 16 ára gamall. Og hann fór í fyrsta sinn til sjó 6 ára gamall. Það hætti kannski ekki sniðugt í dag þegar það eru breytti tímar. En þá fór hann með, og það var mjög algengt í Eyjum að ungi drengir færu á sjóinn, kannski einu svona verki. En þetta er Emman. Og pabbi var í sveit frá 4 ára aldri til 16 ára, 17 ára, þá byrjaði hann á sjónum. Þarna er hann á Kára, var fyrir 27, sumarið 1944 og það var mókveiði og það veiktist alveg svakalega mikið. Þetta Kára var fyrir 27 sem Siggi Svanhól átti og var með ári eftir að þá var hann með nýja Kára, var fyrir 47, en þá var bara ekki síld. Það brást það. En góðaskapið og glaðverðin brást þeim ekki. Pabbi var með nikkuna sína og það var spilað og það voru slegin böll og á Hofsósi, það voru sögur af því þegar voru á Hofsósi og það var mjög mikið stemning og gaman. Og þeir voru náttúrulega bara eitthvað ungi menn og þeir voru þarna að leika listi sínar og 2 þeirra slösust þurfti að fara til læknis. Annar pabbi var með brotna hnéskel og Siggi á Eiðum var líka eitthvað slasaður. En pabbi hann æfði sjálfur, hann var ekki feimleikum með að það var sennileg þá. Hann æfði sig bara í sveitinni að stökka ofan í heistappa. Og þann vetur kom hann heim og það var svo mikil snjór og við Heimagötu 25 var svo hár veggur og mikil snjóskap undir en þá þurfti hann að snúa sér hægar í loftinu. Þannig að þetta var virkilega heljarstökk og flipplank og allt hvað þetta heitir. Fullorðinsárin. Pabbi hann var á Ingólfi Arnarsinni 1947, þá 23 ára gaman og síðan á Elliðaey og sigldi út. Og mig langar aðeins að lýsa eins og pabbi hann tók á hlutunum að hann hafði einstaklega gott skapan pabbi og sá alltaf svona björtu hliðarnar. Þetta er bara lítið dæmi. Einn maður sem hann var að vinna með, hann átti riffil og hann var að skjóta, æfa sig að skjóta á krónu og hitt ekki.
og hann var orðinn eitthvað argur yfir þessu. En pabbi var náttúrulega ekki að láta þetta í rauninni hafa þau áhrif. Hann bara sagði, nei, ég skal bara gá, fer, sækir peninginn, kemur og segir, jú, þú heitir. Og rétt honum 4,25 €. En hann bara var pabbi, hann sá alltaf þetta bjarta og skemmtilega. Það var ekkert verið að velta sér upp úr einhverju leiðindum eða svekkelsi. Og hann keypti 10 jóla trukk og fór til Vestmannaeyja og það var fyrsti 10 jóla trukkurinn sem kom hingað. Hann var með hábæ og það til margar sögur af pappa á trukkum og ég fer ekki út í þær hér, tími leyfir það bara ekki. Og margar þeirra hafa fengið auka fjaðrir, en það eru bara skemmtilegri, en við höfum þær haft þetta beint á honum og mjög gaman að minnast margra sagna frá pappa. Og hann sagði stundum, já, við höfðum ekki sjónvarp eða tölvurnar, þannig að við bara skemmtum okkur sjálf. Hann byrjaði að byggja Boðaslóðina 1950 og hún var fókætt 52. En þegar hann var á plötunni á efri hæðinni, og þetta er númer 12, 14, og þá voru Palli og Ranka, Páll og Ragnheiður. Þau voru að byggja Boðaslóð 14, en þeirra hús það var bara komið grunnurinn. Palli var niður í grunni, pappi var upp á plötu. Stoppa maður fyrir utan og fyrir að horfa á þetta stóra hús. Því pappi var líka framsýnt, hann baði það að fá að byggja verslun, sem var seinna Stóraborg og sem við þekkjum sem Krána. Og maðurinn spyr og segir, bara fyrir að dástæði hvað þetta er stórt hús og hver að byggja hérna sunnan við þið? Þetta segir pappi, þetta er bílskúrinn minn. 1953 að þá gerðist atburður sem hafði mikil áhrif á pappa og félaga hans. Hann réði sig á Guðrúnarvatni 160. Óskar var skipstjóri þar og hafði verið aflakóngur í 3 vertíðar í röð. Og þeir fara nú 23. febrúar 1953 hádegi gerði ofsaveður og bátar eru bara að drífa sig inn og þeir taka upp netin en það skipti einhverjum tón og þá kom brotsjór á skipið og fljótlega annar sem lagði skipið á hliðina. Þeir voru 4 sem komist í gúmbjörgunarbát. Þetta var í annað sinn sem að menn björgust í gúmbjörgunarbátu. Fyrra skipti það að Veinan, pappina Bjarkar, hann Elias. En þetta var í annað sinn og gúmbjörgunarbáturinn var ekki með árar, þeir gátu ekki ráðið við neitt, þetta var bara eins og skopparakringla og barð á upp að landi eða sandi. Og það hefði ekkert enda vel nema einn þegar hann bátnum kvolti og þeir voru inn í honum á í rauninni stóðu í, ég veit ekki hvort þegar kallaða sperrur, þetta voru uppblásnar til að halda upp í loftinu, við stóðu þar á því, bara í kvolvi sá ekki neitt, en hann Reynir Böðvarsson, hann var í rauninni eins og stýri virkaði þannig, hann var aftast þannig að þeir voru ekki eins og skopparakringla og þá rak einum það eina hlið á Landeyjasandi sem var þarna opið í rauninni, það eru eirar það opnast hlið og þá rak upp að fjöru við Harkisey. Þar var tekið vel á móti en þið sjáu leiðina. Það tók það 4 klukkutíma, pabbi var með vasselt úr og tók tíman. Það tók það 4 klukkutíma að fara þarna upp eftir. Það voru 4 sem komist lífs af en þeim félagar þeirra létust. En lífið heldur áfram og þannig það alltaf. Eins og við þekkjum. Áföllin koma en lífið heldur áfram og þannig var það að 2 árum eftir þetta þá kynnast mamma og pabbi. Og í Vestmannaeyjum, hún kom með bróður sinn með fimleikaflokki Ármanns, þau kynnast, þau hittast aftur í Sigtúni. Þetta sem seinna var NASA og nýbúið að gera aftur, þetta við Austurvöll. Þau hittast þar aftur sumarið. Og pabbi, hann var náttúrulega ákveðin maður og var bara ákveðin í því að þessi gullfallega stúlka, hún yrði bara hláður á konan hans. Og áramótin að þá trúlofuðu sig. Mamma, Bryndís Jónsdóttir og pabbi. Þau byrjaði að búa á Tryggvastöðum og þar fæddist Dóra systir. Þá fékk pabbi tilboð verkstjórastöðir í Eyjum og þau ákvaða að flytja og það eru aðrir búferlaflutningar. Þau sendu búsláðina með Stokkseyraskipinu og
tóku sjálf rútu til Þorlákshafnar, mjólkurbíl til Hveragerðis, mjólkurbíl frá Hveragerði til Þorlákshafnar og MB Júlíu til Vestmannaeyja. Og þetta tekið einmitt úr þeirri ferð þegar að flytja til Eyja. Það var ekki svona þá. Þetta ólíkt eða hvað við þekkjum í dag. Og þarna fæðist við hinsískinin, Gerða, Bjössi og ég. Og pabbi, hann var einstaklega, ég ætla nú bara að reyna hvort ég fá að lesa hérna. Nei, en pabbi hann var, eins og ég sagði, mjög geðgóður, hann var stríðinn og skemmtilegur, hann var hörkuduglegur, framtakssamur, hann var uppátækjasamur og hafði mjög gott skap en gat líka átt sínar alvarlegu hliðar líka. En einstaklega barngóður bæði okkur börnin og barnabörnin. Hann var í leikfélagi í Vestmannaeyja og þarna Pípi gerði rörsteypan. Og þetta sagði hann nokkrum vikum, hann talaði áður en hann lést. Þetta var yndislegustu æviárið, það var hér í Eyjum með börnin mín þegar komið hlaupandi á móti mér og ég var að koma úr rörsteypunni. Yndislegustu árið hér í Eyjum og konum minn og börnin. Og hann tók líka við verkstjórastjóri í steypustöðinni og þar staðsæðist hann og gekk alla tíð með staf, ekki alla tíð en lengi mörg ár. Það kom í ljós að hann hafði maskbrotnaða lið og það voru flísar sem voru alltaf að stingast í, sem sagt, og kvelja hann í fætinum. En þeir flutti upp á land og þarna mamma með hópinn og við allir heimasömmum flíkum og þarna líka. Og hann keypti raunsteypuna og gerði hana upp. Og hér aðeins, ég fer hratt yfir sögu, ég aðeins að renna út á tíma, Dóra minn, þú mátt fara að gera við reiðbúna. Og ferðalögunni heimasögum að sjálfsögðu. Yndislegur tími, ferðalögin öll með mamma og pappa. Þau voru svo ótrúlega dugleg og pappa alltaf til í sprell. Kenndi okkur krökkunum að skauta, svona vistast, og þarna Bjössi bróður tóði gráa lokk og sög Mikla sæta, ég var góða með ljósa hárið og pabbi með pönnukökur og auðvitað flippanir og helst með 2 pönnur í einu, barnabönnur alveg undrandi. En ég vík með þessu, fyrir 30 árum upp á daga, þá fórum við og mamma og pabbi með okkur 70 ára afmæli pappa í Perlunni og hvern haldið að hann hitt þar? Enda á þessu fórum við þessu. Hárið hérna. Svona aðeins, texti sést ekki hér. Þannig ég var bara, getur við aðeins fá mig að fá að finna, neða, fylgdi nefnilega ekki. Það er svo fjárstýringin. Já. Byrja þú hér. Getur við fært að fóra við. Við erum ekkert að eyða tímanum. Takk, elsku Birna mín, fyrir þetta og fyrir hönd. Systkina minn og mömmu þakka þér einilega fyrir að hafa setið löngu stundum með hann og pappa og skráð söguna og komið í þetta form. Og bæði þetta og annað form líka, þannig að við eigum mjög góða heilstæða sögu. Verst að geta ekki sagt alltaf brandarinn eins og þegar eins og við höfum það frá pappa en þetta var ákveðlega skemmtilegt. Mér langar að segja út af hundelvélinni og varðveislu gildinu líka. Þá var það þannig að þau voru flutt upp á land og hugsið ykkur hvernig að fara með báta yfirleitt. Við erum öll stödd saman á 13. brennu við Eldingarskóla í Hafnarfirði 1968 og það var verið að brenna bát og það var Emman og við vorum viðstödd. Og vissu það ekki þá, en síðan er það þannig að við pabbi verum saman að göngu út í Stavanger í Noregi og það er svo fallegt eins og þið vitið alltaf firðir og bátar og bryggjur og allt þetta og við erum að labba niður miðbænum og ég skil ekkert í þessu, ég man nákvæmlega hvað var að pabbi stoppar allt í henni og brosir
hann fyrir aftanan heyrðan hljóð. Hann leit ekkert við, hann sagði: "Þetta múndelvél. Ég hef ekki heyrt í þeir svona vél síðan ég var ungur." Og hann gladdi svo og sagði: "Af hverju gerum við þetta ekki? Af hverju varðveitum við ekki svona?" Jæja, þá þarf ég vist að fara að lesa eitthvað texta, þannig að það er skott að ég gera þetta sómasamlega á ég í dag, eitthvað staðar sérstaklega. Ég er búin að afbaka þetta. Já, í þessu þriðja og síðasta hluta förum við yfir upp að þess að pabbi fór að safna bátamyndunum, en sú vinna vatt upp á sig nema hvað. Og endaði 2 bókaflokkum, íslensk skip og íslensk skip bátar. Þetta viðtal var tekið við mömmu og pappa við opnun á sýningu bátamynda í Reykjavík árið 1981 og við skulum vona þá að hljóðið skili sér. Hérna. Þetta átti ekki að vera svona, það er bara næsta. Já, takk fyrir. Já, eins og þið heyrðu þá náttúrulega þetta er tekið upp hérna. Þetta er allmörgum ára síðan, hljóðuð ekki alveg þetta og raddirnar ekki alveg eins að skila sér samt. Og eins og framkom þá var það árið 1979 sem foreldrar okkar voru í heimsókn hér í Eyjum hjá Þórarni Magnússoni kennari á Laugu, konu hans. Þar sýndi Þórarn honum albúmið sitt með bátamyndum. Þarna sá pabbi gamla félaga eins og hann kallaði bátamenn. Þetta kveikti neista í brjósti hans og hann ákvað þarna að hann skildi safna myndum af öllum bátaflota Eyjamanna. 2 ára síðar í júní 1981 hélt hann sýningu á bátamyndum alls Eyjaflotans. Sýningi var í Akurgerðs í Vestmannaeyjum og var mjög vel sótt. Þarna eru þeir feðgarnir, Bjössi bróðir með hann og pappa og feðgarnir Þórarinn, kennari, með Ásmundi, syni sínum. Og hér er nú pabbi ásamt öðrum feðgum, þeim Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni og Eyjóli Gísla á Búastöðum. Og þetta er svona frá sýningunum. Hausti var sýning á Hallveigarstöðum í Reykjavík og var hann líka mjög vel sótt.
Margir Eyjamenn komu, þeir sem voru á landi, upp á landi, en líka gerðu sér sérstaklega ferð, ásamt áhuga fólk báta og bátamyndir. Og þarna við mamma og hún amma í Reykjavík, Þorgerður Þorgeirsdóttir, en hann stoppaði ekki. Og hann stoppaði ekki við Eyjabátana, heldur hélt hann áfram og safnaði myndum og aflaði sér upplýsingar alla báta landsins. Hann fór 34 hringferðir landið og þræddi allar bryggjur og hann beið oft lengi á bryggjunum þar til bátarnir komu siglandi inn í lok dags. Oft kom það fyrir að hann biði klukkutímum saman bara eftir að ná mynd af aðeins einum báti. Hvað heitir svo bátur? Í einni þessara ferða var mamma með honum og pabbi þræddi bryggjurnar á daginn og tók myndir. Á meðan var mamma að vinna að sjóslysasögunni en á kvöldin settistu bæði við heimildavinnu, oftast við eldhúsborð gistiheimila. Mamma tók saman mikið fróðleik slysasögu sem rataði í bækurnar. Og árið 1990 kom út 4 binda bókaflokkur íslensk skip. Árið 1992 var pabbi sendur fyrsta heiðursmerki Sjómannadagsráðs Vestmannaeyja og árið 1999 komu út 5 bækur til viðbótar, 4 íslensk skip, báta og 5. bókin var viðauki við fyrri bókaflokkin. Í janúar árið 2003 var hann sendur fálkaorðunni fyrir varðveislu, þekkingar íslensk skip og báta. Árið 2010 gáfu foreldrar okkar Safnahúsi Vestmannaeyja öll frumrit af bátamyndum og gögn sem pabbi hafði viðað að sér og unnið með við úrvinnslu bókana. Auki skjalasafns alla árabáta landsins sem pabbi hafði tekið saman. Og Kári var að tala hérna í þessu húsi. Þar með voru myndir af gömlu félögunum, komnar heim til Eyja, alveg eins og til stóð. 17. júní 2012 fékk pabbi heiðursskjal frá Safnahúsinu, það gladdi hann mjög mikið. Fyrir utan fótbroti þá var pabbi aldrei frá vinnu vegna veikinda. Í apríl 2012 fékk hann flensu sem lagði hann í rúmið. Hann var hjartveikur fyrir. Eftir 5 mánaða veikindi lést hann 88 ára gamall þann 1. september 2012. Hans sárt saknað af okkur ástunum en við viljum okkur við þetta dásamlegu minningar. Nei, ekki það. Já, það var eitt eftir, fyrir ekki. Að lokum birtum við myndir af afkomendur foreldra okkar. Á þessa mynd vantar þær fjölskyldur svo það verður bara rúllað yfir þær hérna, hvert systkini og þannig ég með börnunum mínum og þeirra fjölskyldum, Dóra Björg. Hún Gerða gift Boga, hann á Gísla sem látin og svo Jóhannu sem á 2 syni og Telma og Rakel þarna með sína fjölskyldur. Og Birna, hún gift Ása og þarna eru dæturnar Bjartey, Bryndís og Rebekka með sínum fjölskyldum og nýútskrifa stúdentinnan Kristófer og Bjössi. Marina, dóttir hans, hefur búið í Kaupmannahöfn, Danmörku, síðan hún var ung og þarna er hún með sambýlismanni sínum Símon. Og hér við höldum áfram að ferðast með mömmu í aðvendu ferð til Vínar í desember síðastliðnum. Og við þökkum kærlega fyrir okkur og við langar sérstaklega að þakka fyrir það er svo dásamlegt að vera með ykkur. Gaman að sjá ykkur. Já, ég ætla ekki að halda áfram. Ingibergur hann ætlar að taka við. Takk fyrir.
Komið sæl, gaman að sjá hvað margir sem sé fyrst að mæta þetta. Ég er klart þetta aðeins. Eins og áður komið fram hérna, þá er 100 ár í dag frá fæðingu Fransískinnar Jóns Björnssonar frá Bústaðarhlíð og Þóru Sigurðardóttur frá Víðidal. Þegar kom til tals að hafa 100 ára aftur í tímann og fjalla Fransískinn, fannst okkur ekki vera hægt annað í mömmuhluta en að fá hana til að segja sína sögu. Kristján bróðir tók viðtal við hana 1991 til 2006. Ég tók að mér að klippa þetta efni og úr var 23 mínútna myndband sem fjallar fyrstu 22 ár hennar. Ég held að Stjáni kann þetta skilningslýsingu. Í seinni hlutanum fjallar dætur Kristjáns sína upplifun af mömmu. Ég skulum bara byrja að spila. Ég er fædd 17. júní 1924 í Víðidal og það er náttúrulega merkileg saga í kringum það því að Ingibjörg í Búlsdali, Ólafsdóttir, hálfsystrinnar mömmu, hún bjó upp á lofti og Björn Bjarnason þarna frá Hlaðbæ og á sama tíma eru systurnar að eiga börn. Ingibjörg, hálfsystir mömmu, eignast son klukkutíma áður en ég fæðist. En ég fæðist á foreldrar mínu bjuggu á miðhæðinni en Ingibjörg og Björn bjuggu upp á efri hæðinni. Þetta er Jón Björnsson, frænda minn frá Búlstaðarhlíð. Og Ingibjörg og Björn bjuggu í Búlstaðarhlíð, í Víðidal þangað til þau fluttu upp að Búlstaðarhlíð. Það var alltaf mjög kært milli þeirra systranna, afskaplega gott samband og var mikið samgangur á milli heimilanna. Ég á 3 systur og 1 bróðir, á 5 systkini. Sigríður er elst, hún er fædd 15. ágúst 1915 og Björg, hún er næst, hún er fædd 19. janúar 1917 og Guðbjörg systir er fædd 20. og 9. desember 1921 og Sofías bróðir minn, hann var yngstur, svo er ég þarna í röðinni og svo er Sofías, hann er fæddur 8. maí 1926. Já, nú missaðu hann og hvernig ber það? Hann er 6 ára, það Bessolinn sagði að hann dettur út glugga í Víðidal. Það var í austugaflinum upp á lofti, að norðanverðu lítill gluggi og hann hefur haft að príla upp í þann glugga og dettur út gluggan og dettur niður á stéttina og deyr. Þá var ég ekki heim í Vestmannaeyjum, þá var ég í sveit sem stelpa í Indriðakoti, á Bjarna í Indriðakoti. Þetta var alveg ógurlegt erfitt hjá foreldrum mínu þegar missa Sofías í. Það var einu sonu þeirra og óskaplega sólargeisla á heimilinu, afskaplega mikil. En ég man eiginlega fyrst eftir mér heim í Víðidal. Það var eftir afa Jóni Sveinbjörnssyni afa mínu. Hann deyr heim í Víðidal 1928. Og ég man svo vel eftir hann í Svefnebergi, mér fannst hann svo eitthvað virðulegur og með gráa skeggið og myndalegur kall. Man eftir hvað ég var hrifin af kallinu, mér fannst hann svo myndalegur. Og hann var dálítið sérstakur því að hann var ekki mikill bóndi í sér. Og hann var barnakennari undir Eyjafjöllunum og margir sem hafa hrósað hann og Jóni Sveinbjörnssyni mikið fyrir kennsluna. Því þau fannst mjög gott að læra hjá honum, hann var alltaf dálítið léttur svona kallinn og þau hrósað honum mikið, bæði Ingibjörg Frank í Búlstaðarhlíð og Guðjón og Heiði og margir sem hafa lært hjá honum. En þá var engin sérstakur skóli, þá var hann bara að fara inn á heimilinn. Amma mín, hún var sjúklingur í Reykjavík, hún kemur og er síðustu árin heim í Víðidal.
Og ég maður vel eftir því hún lá banaleguna sko, heim í Víðidal því hún var í stofunni sko, það var ekki annað húsnæði þá lá hún síðasta sumarið sjúk heim í stofu sko í Víðidal. Jón Sveinbjörnsson jarðaði hérna en Sigríður hún var flutt sko haustið 1930 sko og var jörð í Stóradal. Þegar kreppan kemur þá var bara í þessum 2 bátum, Karli og Skúli og Hókita. Það fór nú allt mjög illa þá sko. Hann heita ég í bátnum en það hefði bara verið skuldir sko og það hefði bara var gert upp þegar pabbi dó og þá einu eignirnar sem mamma átti þegar hann deyr þá Víðidalurinn og veiðarfærahúsið hann niður á Pöllum. Já, þau halda því þó eftir Víðidal og veiðarfærahúsinu. Já, það var skuldlaust. En svo sagði Þóroddur mér það að pabbi hafi átt tölverðan pening í Íslandsbanka en þegar hann fer á hausinn þá náttúrulega fer það fyrir sko, þá glatast það. Já, Íslandsbanki fer hann á hausinn? Já, hann fer á hausinn sko. Já, upp úr þessum... Já, þessari kreppunni. Já, hann fer á hausinn sko. Og ég vissi að pabbi hafði skrifað á víxla og ég man eftir Björg systir, það var náttúrulega lítið, sko ekki svo mikið, en ég man eftir Björg systir að hún var að reyna að vinna eitthvað svona aðeins upp í það og það hafðist á nokkrum árum að borga þetta upp. Pabbi minn, hann deyr 1933, hann deyr 2 árum eftir á Sofi. 2 árum eftir? Já. Var hann búinn að lengi veikur? Hann var búinn að liggja upp á spítala, búinn að vera mikið kvalinn og já, hann var mikið veikur. Þetta var botnlanginn og hann var mikið veikur og mikið kvalinn og svo var hann skorinn og svo fekk hann lífhimnubólgu og það var ekkert pensilín til, þeir réði ekkert við botlangan á þessum árum og sem sagt að hann deyr út frá því. Og hvað var gamall þá? Var hann ekki 46? Ég held að hann hafi verið 46 ára þegar hann deyr. Ég held að hann hafi verið það. Þá mamma alveg orðin sjúklingur sko. Þetta sko. En þegar ég á Seljalandi, það einmitt á þessum árum eða eftir þetta sko, sem pabbi deyr sem ég svona 35, 6, 7 upp á Seljalandi sko, þau ár held ég endilega. 10 ára? Já. Svo var ég metur þegar ég var 12 ára, ég kom á sveitinni, þá hafði ég engan samastað og þá bauð Imba Frank í Búlsdal, ég mætti vera hjá henni meturinn en ég sá að heimilið var svo stórt hjá Ingibjörgu, börnin svo mörg að mér fannst það ekki hægt og Þóroddur býður líka að ég sé heima í Stakkagerði hjá þeim og ég þennan vetur hjá Bubba og Þóroddi í Stakkagerði. Einstakt að þeim, ekki var húsnæði, við svafum í svefnmerki hjá þeim og líka Erla, við sáum báðan í svefnmerki hjá hjónunum. Þetta hefði nú margur gert þetta í dag? Nei, ekki í dag. Ég man eftir einn veturinn þá ég unglingsstúlka þá sé ég heimilið og þá voru systur mínar að vinna úti sko, ég bara sá heimilið. Heima þá hef ég verið unglingsstúlka svona. En mamma var bara svo mikið á spítalum sko, þetta var bara svo mikið sjúklingur. En allavega hana þegar ég á þessum sömrum sem ég á Seljalandi, hvort það 36, þá man ég það, ég fekk að fara söður að heimsækja hana mömmu, þá lá hún á Landspítalanum. Það var verið að skera hana krabbameini í móðurlífi og hún fór í geislana og geislarnir fóru alveg hrottalega með hana. Alveg svakalega, hún bara var mikið í rúmunu eftir það sko og viðnámsþrekið ekki svo lítið. Ég man eftir einn vetur og mamma lá heima, þá var hún með guluna og það var alltaf eitthvað að hrjá hana. Fyrsta sumarið sem ég fór í sveit, þá hef ég farið ábyggilega með honum Magga Jóns sem var giftur henni Lilju hérna á Holtasveginum. Hann var sjómaður heim í Víðidal, hann var 8 ár heim í Víðidal, Magnús Jónsson. Og ég hef ábyggilega farið með honum eitt vorið upp í sveit og var þar, ég hef verið alveg kollnung sko, þegar ég hef farið og var þar eitt sumar sko, svo næsta sumar fer ég í Indriðagötu sko. En svo var ég bara 4 sumur á Seljalandi hjá hann Kristjáni, bróður hennar mömmu og hann Arnlaugu Samúelsdóttir var þar ég hafi verið 4 sumur þar. Og hann hélt mjög mikið upp á maður Kristján og var alveg afskaplega góður við mig.
Hann náttúrulega þekkti ástæðuna, ég er búin að missa pappa minn og mamma sjúklingur, orðið sjúklingur sko, en hann var líka bara svo góður maður hann Kristján, afskaplega, og þau bæði hjónin, og þetta var alltaf alveg óskaplega mikið heimili og stórt og mikið á Seljalandi. Sko. Eitt sumarið, það er held ég mannkvæmtu 38, þá er ég til dæmis hjá honum Guðmundur Jónsson í skósmið, átti heima Hilmisgötu 1, og Jóhanna Ólafsdóttir, átti 3 drengi. Og ég veit nú, ég fór þangað sumarið og var hjá þeim, svaf heim í Víðdal, en borðaði hjá þeim í hádeginu með því að ég hjálpaði Jóhannu svona heima við. En fékk jafnframt að vinna á Stakksstæði. Var alltaf á Stakksstæði hjá Eiríki Ögmundsssyni þetta sumar sko. Og var hjá Jóhannu sko. En svo sumar 1939 þá fer ég í Öræfi. Ég fór sko með bát, Gísla Jónsson, ábyggilega verið hann sem er gengið þarna 1939. Fer með honum á Stokkseyri, fer svo með bíl til Reykjavíkur og gisti hjá systurum hans pappa, henni Guðbjörgu Guðrúnu á Holtsgötu. Og svo fór ég með rútu austur. Ég var 1-2 nætur hjá þeim og fer svo með rútu austur og hún gekk austur á Kirkjubæjarklaustri. Það var ekki, vegurinn náði ekki lengra austur sko. Og ég gisti eina nótt á Kirkjubæjarklaustri. Daginn eftir kemur hann Hannes Jónsson frá Nústað, hann var póstur. Hann kom með hest handa mér og ég man eftir að það var maður hann líka, hann var læknanemi, hann var að læra tannlæknir og hann var líka á leið í Öræfi því hann alltaf var að raska tennurnar í fólkinu í Öræfunum. Og við förum alltaf 2 með Hannesi Jónssoni austur. Og það var nú ekki fara meira þann daginn en hann fór með póstin á bæina þarna á síðunu og þarna í Fljótskarfi og svona. En ég gisti þarna nóttina á Nústað. Og svo fórum við daginn eftir og ég man eftir því að mér fannst sko hrikalegt þegar við fórum yfir Skeiðarárjökul. Þá var svo mikið Skeiðará, þetta er að voru til að sumrið, það var svo mikið vatn í Skeiðaráni að það var ekki hægt að fara yfir hana. Og það var farið á þessum árum yfir Skeiðarárjökul sko í norðaustur endan, eða þar norðaustanverðu í jöklinum. Og ég man eftir því að maður fór á hestbaki og gekk og ég var svo rosalega hrædd, mér fannst fyrir sprungur, ekki sprungum og Bekli hvort það myndi ekki renja þessar sprungur, mér fannst þetta alveg hrikalegt sko. En aðru leyti gekk ferðin mjög vel og ég fór upp í Skaftafell með Hannesi sko og fórum hann á bæina og svo kom að Svínafelli og svo kom við á Hof kvöldi og þar gisti ég aftur aðra nótt. Og þá kom maðurinn daginn eftir sem ég átti að vera hjá, hann Ólafur Jónsson, þá kom hann með hest og sótti mig sko. En hvort að hann hefði sendt hest sem hann átti allaveg vestur, það veit ég ekki. Hvort að hann hefði átti hann en hest, ég veit það ekki. En svo er ég þannig sumarið hjá þess og það voru þá 3 systkini sem bjuggu með móður sinni. Og það var búið að byggja hérna við húsið og ég svaf í herbyggi þessu eina herbyggi sem var búið að byggja við. En hitt var allt mjög gamalt því þegar maður gekk göngin þá var bara fjósið svona til vinstri handar. Og svo gekk maður innar í gangin og það var eldhúsið. En svo var baðstofan eiginlega fyrir ofan fjósið sko, til þess að fá hlýjuna sko. Þetta var bara mjög algengt sko. Var það torfbær? Nei, það var ekki torfbær. Og þarna í Öræfunum fannst alveg stórfurðulegt og afskaplega merkilegt að þarna var bara svo mikið notað rafmagn. Það er konurnar ekki á þessu bæ sem ég var á. En þarna á bæ þarna, nokkurum bæinn þarna, þetta var margbýli, þetta var 6 bíli og hétur allir Nappavellir en höfðu þá ykkur sérnöfn sko. Og þarna það rafmagn, ég man eftir því að fólk á næsta bæ, það var alveg á sama hlaði, það leiði mér að koma og strauja föt af mér og svona sko, rama straubolti sko, maður bara alveg hissa sko, var ekkert, var kolelda vil ég vita þá, en
þeir notuðu heimarafstöðu, virkjuðu lækina þarna. Já, það er svoleiðis. Já. Og þetta var alveg frábært. Þetta kom mér svo mikið og óvart. Þetta var svo undrandi af þessu. Þá hefur ljós? Já, það var ljós, já. Og maður hlustaði á útvarp og allt svoleiðis, sko. Þá þurfti ekki að vera að fara eins og í gamla dag þegar ég var á Seljalandi, þá voru sveitakallarnir að koma á Seljalandi með geymirana til þess að láta hlaða geymirana við útvarpin. Já, það var rafstöð það þá? Já. Hann var með rafstöðan Kristján, hann var með lítið hús og virkjaði bæjarleikinn á Seljalandi. Já, var hann þá að hlaða geymana Já, fyrir aðra, fyrir hinakallan, hann á bæjanum fyrir framan. Hvenær byrjar skólagöngu og hvar ertu í skóla? Ég byrja í afdistaskólanum og verð þar fyrsta veturinn minn í skóla og fer svo þarna í barnaskólanum árið eftir, sko. Og ég var alltaf í B-bekk og hún hétt Katrín fyrsta kennslukona mín og Jesse Hól hann kendi mér og Ari Björn hétt kennarinn og Viktoría og þetta er nú kennarinn svona sem ég man eftir svona í augnablikinu. Hvað ertu gömul þegar skólagöngunni lýkur? Ég bara tek bernskuna. Ég hætti fermingu. Já. Það var ekkert meira nóg hjá mér. Nei. Eitt vorið fór ég á Laugavatni, 6 vikna námskeið, matreiðslu námskeið og þegar ég var búin þar þá fórum við í kaupakonu upp í Borgarfjörð og vorum þar kaupakonur sumarið. Já, býttu, eru það á hvað bæ voru það? Við vorum á Hurðarbakki í Reykholtsdal. Já. Og hann hétt Þorsteinn húsbóndinn og hann hétt Guðrún húsmóðurinn. Og ég var að láta vinna úti en Guðbjörg var í innivinnunni. Og svo þegar ég kem heim haustið, því við systurnar vorum búin að vera í nokkur ár með heimili heim í Víðidal og Björg var að vinna þá í vefnaðvörun í Drífanda og Guðbjörg systir var að vinna í netagerðinni og við héldum heimili sem sagt heima í Víðidal, bara systurnar 3 vorum þar heima. Og hvernig er fyrsta augnabliki? Hvað mástu fyrst eftir? Elskan mín, ég kannast við hann Óskar og vissi alveg hver hann var og ég vissi að hann var búinn að vera á vélstjóranámskeið og maður fylgdist með honum og svona, sko, sjálfsögðu. Var það þá einhver millingur á honum bæ sem tókst eftir eða? Ég skal ekki segja. Já, ég allavega byrjuðum að kynnast 1942 við Óskar. Og Giftið ykkur hvað, 40? Svo erum við saman allan veturinn. Það haust hann á Gullvegu að róa með hann Guðna Jónssoni og svo kom með heila kippa hringum að malta, sko, heim í herbyggi. Heldur hann átt fyrir hringunum? Já, hann átti vel. Hann var alltaf trúa peningalega, alveg frábær. Sko, opinberuðum við trúlöfun okkar á páskadag 1943. Það var alveg óskaplega fallegt veður á páskadag og við fórum inn í dal og löbbuðum hérna upp brekkuna og þið munið hvað girðingin er þarna í dalnum. Fórum þar yfir og upp að Saltabergi eða þar, settumst við þar í brekkuna og þar settum við pringana í blíðskapaveðri. Svo löbbuðum við í bæinn og hann fór með mig binda Byggðarenda, þetta var fyrsta skipti sem ég kom að Byggðarenda. Það fengum við súkkulaði og fína köku hjá Þórunni Sveinsdóttur í stofunni hjá henni. Það verður tekið vel að móti? Já, mjög vel að móti mér, það gætt að segja hana. Heyrðu, svo er ekkert annað þetta Óskafjörð á Síld, þetta sumar á Gullvegu, norður. Og ég er vinnukona hjá Ásmundi Guðjónsson á Gjábakka og Önnu Friðbjarnar Bíbí, vinnukona þá sumar hjá þeim. Og þegar ég er hérna hjá þeim sumarið þá segir Ásmundur það að leigjendurnir sem eru upp á lofti hjá þeim, hann Páll Ingibergsson og María, þau séu að flytja út í Sætún, Astórs fyrir austan. Þetta var hann Palli sem var sem var áður þá með glad. Og þegar ég frétti þetta þá talaði strax við Ásmundur hvort að við getum nú fengið að síbúð í aust. Jú, það gekk alveg ágætlega, alveg sjálfsagt, alveg hreint. Og fengu þarna 1 herbergi og eldhús, þetta var austanverðinni, þarna uppi. Og svo þegar Óskar kemur að Síldinni, þá fórum við eiginlega fljótlega að búa, sko.
þó ekki fyrir 1. október. Hvað býttu hvað ár var það séu? 43. 43. Já. Við giftum okkur 7. nóvember. Fórum þá til séra Jessa Gíslasonar heima á Hól og hann gift okkur. Og svo kemur frumburðurinn þarna 16. janúar. Guðbjörg var þá farin til Reykjavíkur og kemur til mín og hjá mér meðan ég ligg á sæng. Því þá tíðkaðist ekkert að konur ættu börn á spítala. Þá lá maður bara heima og átti krakkana heima. Og Jóna Ljósa tók á móti honum og Einar Gutt kom. Svo nú með Mattías frá því að segja að Óskar á glað þennan vetur með Páli Ingiberg sinni og Matti átti að skýrast á páskadag upp í kirkju. En það nú bara svoleiðis að Páll Ingiberg sem verið á sjó þennan dag. Og það átti auðvitað að fara upp í kirkju 2 og mér bara svoleiðis frá lengi eftir Óskar og Nórólega auðvitað erum að labba upp þetta með barnið. Svo loksins birtist Óskar, ég var nú heldur fegin að þetta gat allt staðist og það að fara upp í kirkju og mamma hans Óskarsson Þórunn hélt hún myndi skírn í Landakirkju og það var Sigurjón Árnason sem skýrði hann. En Óskar fór þarna veturinn 40, hausti 44, þá fer hann á stýrimannsskóla, námskeið hérna. Og búinn fljótlega eftir áramót, búinn 45. Þá tekur hann við skuldinni, sko. Ég man eftir þegar maður var að þylja honum yfir reglurnar. Það var oft þulið mikið, allt þurfti að lærast utan að og hann þurfti að þylja þetta allt saman og það var oft setið yfir þessu mikið náttúrulega að læra. Hann Óskar, þegar ég líka sang á hann og Kristjáni, þá kaupir hann Óskar Eyvindarholtið. Þetta voru svona voðalega þrengsli, sko. Það voru komið 3 börn og við í þetta eina herbyggi og Óskar kaupir neðri hæðina í Eyvindarholt á 16.000 þarna einmitt vorið. Eða kaupir hann að nönnu líkt leyti líka þegar ég líka sang hann. Það virti ske mikið á þessari viku. Kaupir þetta fólk sem við kaupum að Eyvindarholti það ætla að flytja upp undir Eyjafjörð. Og Óskar býður hann að flytja hann undir fjallið með búslóðina. Ég held að þetta nefnilega sé síðustu búferlaflutningarnir sem fara fram svona. Það er 1946. Elska mín, ég veit ekki hvað getur vel verið allar eiginkonu hafa vakið mennina sína til sjós, ég veit það ekki. Men ég vakti hann alltaf. Og það var svo örþreyttur þegar hann var á snurruvoni, það var vaka svo mikið. Að það var alveg bara átak að koma hann upp og vekja hann, það var alveg hreint. Einu sinni ég að reyna að vekja hann og það gengur ekki og ég að hrista hann og það gengur ekki og ég fer fram og næ kaldan þvottapoka, reyna að þvo hann með framan í og hrista hann og reyna að koma hann fram úr og svo held ég að venda með því að ég hafi sett á hann kalt vatn eða eitthvað. Það mátti ekki skýja að hann fær ekki að sjó. En þá kom það aldrei fyrir, það kom aldrei fyrir. Þá verður honum bregður svona mikið því ég geri þetta, þá hrökk hann vel upp og ríkur fram úr og það var sko ég var heldur betra að forða mér undan hann. Og ég leik fram á gang og því ég kom fram á gang þá líti ég niður tröppurnar sem þá Ásmundur að labba upp tröppurnar með Atla í fanginu og sér okkur bæði á hlaupum. Svona áður hlifum hafnið það, þá er tvennt til aflunduna þar hugmyndum að eftir þetta bara utan að taka mynd af hópunum saman, þessar fjölskyldan saman. Eitt í lokin það var mamma sagði að það voru Öravinn. Okkur finnst hérna þessi hlutur hérna svo sjálfstæður. Þegar mamma var í sveitinni þarna, þá var Guðbjörg sveit ennþá austar og mamma þeirra veiktist. Og til þess að hafa samband við þær, þá sendi Björg tilkynning í útvarpið og bað þær að hafa samband heim. Svona voru samskiptin á þeim tíma. En Hafdís gjörðu svo vel.
Komið í sæl og gleðilega hátíð. Það var ekki bara Jón og amma Þóra sem átti afmæli 17. júní. Það var líka Guðríður langam okkar. Hún hefði orðið 138 ára í dag. En okkur systrum, við viljum segja okkar upplifun af ömmu og við tókum líka heimildir úr dagbókunum hennar ömmu. Hún var alveg ótrúlega dugleg að skrifa dagbækur og Ingibergur var líka búin að taka saman og amma var alveg ótrúlegur kvennskörungur og við teljum að afi hafi ekki náð svona langt nema því að amma stóð honum við hlið. Hún var algjör hetja í okkar augum. Að hún hafi bara komist andlega heil í gegnum það að hafa fætt fyrstu drengina sína á rúmum 2 árum. Matti, hann fættist 16. janúar 44, svo 15 og hálfu mánuði seinna fættist Sigrún, 3. maí 45. Og faðir okkar, Kristján Valur, fættist 1 ári og 10 dögum á eftir Sigurjóni, 13. maí 46. Svo fær hún smá pásu í barnignum, eða 5,5 ár, en bíðiði, þetta kallast pása að ala vel virka 3 einstaklinga. Þannig ef þeir væra í skóla í dag, þá væru þeir örugglega allir á rítalínu. Svo fæðist Óskarsþór 10. nóvember 1951. 1 ári og 9 mánuði síðar fæðist Leó, 4. ágúst 53. Og 14 mánuðum síðar fæðist loksins stelpa. Þórunn fæðist 11. október 54. Svo líða 9 ár í örverfi hann Ingaberg, sem líklega var minnst haft fyrir. En hann fæddist 27. ágúst 1963. Þegar Ingibergur verður 2 ára, þá fæðast fyrstu barnabörnin, þeir Óskarsþór og Viðar, árið 1965. Þannig að maður að spá í hvað það eru eins og fyrir römmu ennþá með lítið barn og vera að fá barnabörn. Ég hugsa að ég hef ekkert verið eitthvað voðalega verður bara með þín. En það var alltaf gott að koma til mig. Ég ekki að segja að hún tók ofsalega vel á móti okkur. Ég að segja hvernig ég hefði taklað þetta. En hérna áður fyrr, þá var það bara norm að senda börnin í sveitina yfir sumartímann. Og guð mig góður hvað við systur skiljum það vel. Það hlýtur að hafa verið mikill léttir að losna við villingana sína nokkra mánuði yfir sumarið. Þeir voru alveg búin að láta hafa fyrir sér. Þeir voru ofsalega duglegir, náttúrulega að vera úti að leika og voru mikið niður á bryggju. Og einn daginn þá dettur Sigurjón í sjóinn. Og hann var ósýndur og náði ekki að kalla á hjálp. En sem betur fer, þá voru þarna karlar niður á bryggju og urðu vitni að þessu. Og Gísli Grímsson, hann stakk sér í sjóinn á eftir honum og bjargaði honum. Svo þegar pabbi hann 7 eða 8 ára, þá hann að klifra upp á grjótvegg og svo gaddavír og hann ætlar að tróða sér undir gaddavírinn. Hann festir hettuna sína í gaddavírnum þannig að hann hangir fram yfir og bara að kyrkjast.
Og krakkarnir hlaupa til, eða strákarnir hlaupa til hennar Mæju og hans Svenna og hún ekkert að flýta sér af því að hún áttaðist ekkert á því hversu alvarlegt þetta var. Þannig að hún kemur þarna og þá pabbi orðinn þarna helblár í framan og meðvitundalaus. Hún losar hann, vippar honum upp á öxlina og við það hrekkur hann í vaknar hann. En þið sjáu myndin til hægri. Við urðum að setja þessa mynd af því að þessi villingagen, þau færðust alveg yfir í barnabörnin. Þarna Óskar Þór, Gylfi og Viðar og sjáu þið hvað þeir eru skömmustilegir, þannig að það er greinilegt að þeir hafi verið eitthvað þarna að brjóta sig. Amma sá ekki eingöngu barnauppeldi og heimilið. Það var alltaf opið hús hjá henni og nóg af veitingum. Þegar menn voru að koma að sunnan, tengt útgerðinni, þá gistu þeir á Illó og auðvitað eldaði amma ofan í þá. Meiri segja fylltu þau húsið yfir þjóðhátíðina ef það var slæmt veður. Þá fór afi inn í dal og bauð aðkomu fólkinu að gista og fólk var öll gólf. Og svo var hún náttúrulega eins og kom fram í vídeóni áðan, þá var hún vekjarklukkan hans afa og það hefði verið erfitt hlutverk. Amma var algjör heimshorna flakkari. Fyrsta ferð ömmu erlendis var með afa þegar Leóvaffi 400 var í smíðum í Þýskalandi. Þá hafði amma ekki yfirgefið eyjuna í 8 ár. Mér finnst þetta bara ótrúlegt. Ég get ekki verið í Vestmannaeyjum bara í 8 ár á þess að vera að fara til Reykjavíkur eða eitthvað. Þau fóru með Gullfossi 4. júlí 1959 og amma kom tilbaka 11. október á 5 ára afmælisdegi Þórunnar. En ferðin tók lengri tíma en búist var við því að smíðin hún drógst á langinn. Hún þurfti að koma 6 börnum fyrir til að komast í þessa ferð. Hún var ekkert hrifin að fara frá börnunum og við efumst að hún hefði farið í þessa ferð ef hún hefði vitað hversu lengi þessi ferð var. Leóvaffi kom hins vegar ekki til heimahafnar fyrr en 20. desember 59 og það var rosalega mikill spenningur hjá elstu strákunum á heimilinu. Nú skildi sko vakað. Báturinn að koma og rosalegur spenningur og eitthvað sinkaði í bátnum þannig að drengirnir voru stinnrotaðir þegar báturinn sigldi inn og ekki hægt að vekja það. Næsta ferð ömmu var sigling til Húl 1964. Í þeirri ferð átti afi eina flottustu setningu fyrr og síðar. Þannig var mál með vextinn að hann týndist eftir að lestarhurð lokaðist á nefið á honum í undergroundi í London. Amma var með jakkann hans þannig að hann var auralaus. Hann mundi ekki nafnið á hótelinu, þannig að hann vissi ekkert hvað hann átti að gera. Hann svo bara hann hafði samband við sendiráðið. Og sendiráðið komst að því hvar þau gistu og græjaði leigubíl. Svo þegar leigubíllinn var kominn á hótelið, þá segir afi þessa frægu setningu: No money upp á lofti. Og afi fer út úr bílnum og skokkaði upp á hótelherbergi, náði í peninginn, kom niður og ætlaði að borga leigubílstjóranum. Þá var leigubíllinn bara horfinn og afi skildi bara ekkert í þessu því hann sá honum að hann ætti nóga pening. Sólarlandaferðirnar hófust 1968
En þá voru þau að halda upp á 25 ára brúðkaupsafmæli sitt. Amma var 84 ára þegar hún tók saman þær ferðir sem hún farið í ævina og voru það 69 ferðir erlendis. Amma ferðaðist alls 32 ferðir eftir andlát afa. Tilviljanirnar eru oft á tíðum skrýtnar. Fyrsta og síðasta ferð ömmu var til Danmerkur, báðar vegna nýsmiði Leo og Þórunnar. Amma var mjög ákveðin og fékk sínu framgengt án yfirgangs. Til dæmis þegar afi keypti fyrsta bílinn þeirra, þá var amma ófrísk af Ingabergi. Hún ákvað að taka bílpróf, en það var smá vandamál. Því að ökukennarinn vildi ekki kenna ófrískum konum. Halldór, veistu út af hverju það var? Amma tók bara til sinna ráða og var bara ekkert að segja honum að hún bæri barn undir belti og hún fékk ökuskírteini. Þegar hún gekk með Ingaberg var hún lögð í restina á meðgöngunni inn á spítala því að það var eitthvað að hrjá hana og þá kom í ljós að hún var með sykursýki. Hún var lögð inn viku áður en hún átti Inga og það var verið að spá í að fara að setja hana á stað en þess þurfti ekki og fæðingin gekk vel. Það var ávallt gaman að heimsækja ömmu. Hún byrjaði að setja veitingar á borðið og afsakaði þess að alltaf fyrirgefðu, já, bara ekki neitt að bjóða ykkur, en alltaf endaði þetta með hlaðborði. Og hún bauð okkur alltaf upp á ís og hún sagði alltaf, má ekki bjóða ykkur dæjamís. Svo var það líka þegar við vorum yngri, þá fannst okkur óbúslega gaman að fara upp á Illagötu og fara upp á Háaloft, fara í geymslurnar, vera að leita í öllu þessu dóti í geymslunum. Þetta var algjör fjársjóst leit og amma var með gömlu fötin sín í ferðatöskum og opna ferðatöskunar, mátaði þessi föt, fara inn á skrifstofu hjá afa og vera í skrifstofuleik eða búðarleik. Mér svo dásamlegt hvað þau leyfðu okkur bara að vera óáreitt og bara njóta, fá að vera krakkar. En þetta líf getur verið skrítið. Amma var búin að fjárfesta í raðhúsi í Kleifarhrauninu. Hana langaði að koma sér úr blokkinni af því að hún var orðin smeyk við tröppunar. En svo dettur hún í útitröppunum og lætur lífið viku síðar. Markmið hennar var að flytja inn í nýju íbúðina sína 17. júní en hún lést 16. maí 2013. Afkomendur ömmu og afa eru 69 talsins og þar af 3 látnir. Það eru Daði Snær Arþórsson, fæddur 31. maí 2005, lést 24. janúar 2006. Bylgja Matthíasdóttir, fædd 7. maí 1970, lést 2. nóvember 2009. Óskar Þór Óskarsson, fæddur 10. nóvember 51 og lést 31. maí 2021. Og við viljum enda þetta með því að segja að amma var algjör fyrirmynd okkar systra. Hún var einstakur persónuleiki, hún var kærleiksrík, þvílíki dugnaðar forkurinn, alltaf stutt í hláturinn og það var alltaf gaman að tala við hana því hún var svo ótrúlega minnug. Og stærsti kosturinn hennar,
það var hversu mikið jafnaðargeð hún var með. Hennar sárt saknað. Ég ætla að biðja Birnu og Ingaberg að taka við keflinu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta systir. Það er virkilega gaman og mikið verður. Það heyrir magnaðinni. En í lokin þá langar okkur að afhenda fræðasetri og ég vil byrja Kára að koma hingað upp. Hrefna, dóttir Þórunnar. Hennar, er það Hrefna? Já, ekki bara standaði og skrifaði bók. Hún tók saman. Já, þú líst úr því, það er að hafa. Í rauninni, þú hafa þannig að, þetta rauninni kannski, fyrir Kára þetta kannski svona púsendunum að fá svona bækur í lokin. En mamma í gegnum tíðina hefur safnað gögnum með foreldra sína og fekk Þórunni til liðsfið til að gera eitthvað úr því og sem fekk svo aftur Hrefnu með sér og úr var bók. Mamma féll frá í miðjum ferli en þær kláruðu verkefnið og við erum með bók hérna sem við ætlum að afhenda safninu til varðveislu. Þessi bók er í rauninni hugsuð fyrst og fremst bara fyrir fjölskylduna en gott fyrir áttræðafélagið að afhenda. Af þínum ykkar þetta. Já, og það er saman hér. Síðustu 2 æviárin hans pappa, þá satt ég með honum og hann sagði mér sögur hér einn. Sagði mér frá því sem við sáum hér, frá gömlum tíma, bátum á bólinu og lélahljóðinu og öllu þessu og síðan bara sínum æsku árum og ég tók þetta saman og er líka með bók. En honum entist heldur ekki aldur, þannig að þetta er árin í einu. En okkur langar líka til þess að afhenda.